Ok, þá ég komin hérna við borðið mitt í alveg mega zoom. Það sem ég ætla að byrja á að gera og leyfa að fara inn í húðina, eins og sjáið þá ég ekki með neitt framan í mér, en það Glam Glow Starter rakakremið, en þetta svona ljómandi rakakrem. Þannig það mun næra og gefa húðinni raka, en líka gefa ótrúlega fallegan ljóma og ég ætla að nota litinn Nude Glow. Þegar ég er búin að bera yfir allt andlitið þá finnst mér rosalega gott að taka smá meira og bera á svona hæpunkt í andlitinu, þar sem ég myndi setja highlighterinn síðan. En þið eruð að sjá ljómann sem ég er að fá í framan af þessu kremi, ótrúlega falleg litur og gefur bara, í sumar jafnvel myndi ég bara setja svona framan í mig og svo smá hyljara. Næst ætla ég að gefa vörunum smá varasalva og næringu, en ég er með hérna frá Glam Glow Powder og þetta svona wet lip balm treatment sem ég ætla bara að skella yfir. Það smá litur í því, hann rosalega nude og fallegur. Ok, ég byrja alltaf á að gera augnföruna, sérstaklega ef ég er að fara að nota liti eins og ég er að fara að nota í dag sem svolítið svona skærir og áberandi, og þannig ég ætla að byrja að setja hyljara yfir augnlokið til þess að preppa þau. Og ég ætla að nota þetta hér frá Max Factor sem svona color corrector fyrir undir augsvæðið, en það má náttúrulega bara nota það á hérna augnlokin líka. Ég er með hérna Perfect Crease Duo bustana frá Real Techniques og ég ætla að byrja að nota hann hérna hægra megin til að setja lit í creaseið, glóbuslínuna. Svo er ég með augsugana hér sem ég ætla að nota. Ég er náttúrulega með tester af þessu, þannig að þess vegna þetta svona tekið úr pakningunum. En ég ætla að blanda þessum hérna brúna lit sem efstu saman við þennan ljósbrúna hér sem á annarri palettu frá Max Factor og setja í glóbuslínuna. Aðeins þess að fá smá hlýju í glóbuslínuna líka þá ætla ég að taka þennan hérna þriðji frá hægri. Ok, þá þess komin smá svona skygging eins og þið sjáið, aðalega hérna í glóbuslínunni. Ég, eins og ég sagt áður, mér frekar stórt augsvæði, þannig að þið verður bara aðallega ykkur augum hvort þið geti farið hærra eða þurfa að fara lægra. En núna finnst mér gott að taka blöndunarbusta og aðeins jafna allar línur hérna út og síðan ætla ég að taka ljósasta litin í palettunni, stærri palettunni, þessari sem að græni liturinn ekki, og láta hérna upp við augabrúnina. Ok, þá bara komið svona super basic skyggingu, þá komið það skemmtilega. Og ég ætla fyrst að nota hyljara sem ég með frá Max Factor til þess að karfa eins út hvar ég vil hafa síðan flotta augnsaugan, en concealerinn hjálpa mér aðeins að staðsetja hvar ég vil fá augnsaugan, en líka lætur hann verða aðeins svona pigmentaðari þegar hann fer á augsvæðið. Ég er að gera núna bara örþunna eyelinerlínu af því ég vil leyfa litnum að njóta sín og bara aðeins að þykkja hana upp hérna í endan. Ok, þá er ég búin að nota maskara frá Max Factor. Hann heitir Lush Crown og er bara mjög góður, ég veit ekki hvort þið sjáið. Ok, ég þurfti að pása og hlaða síma minn, en nú er komið að gera húðina og síðan ætla ég að gera augabrúnir og varir. Og við vorum alltaf búin að preppa húðina með rakakreminu, en ég ætla að setja á mér núna primer og leyfa honum aðeins að bráðna inn í húðina áður en ég set svo farðan á. Ég er að nota Smooth Miracle primerinn frá Max Factor, en það sem hann gerir er að gefa manni svona mýkjandi filter á húðina, þannig að á að blurra allar svona húðhólur og svo framvegis. Og mér finnst oft gott að strjúka primernum fyrst svona yfir, en síðan tappa inn í eins og hér, þar sem ég er með kannski aðeins meira áberandi húðhólur, að hjálpa honum aðeins til þar að komast inn í og fylla upp í.
Þannig er ég ótrúlega spennt að prófa þennan hérna farða frá Max Factor en hann heitir Healthy Skin Harmony og þegar ég sett hann á hendina á mér þá fannst mér að vera svona rosalega léttur og svona ljómandi þannig að ég hugsa að þessi geti verið góður einmitt fyrir komandi mánuði svona í vor og sumar og ég held að þessi litur passi mér alveg örugglega í númer 33. Ok, ég kom með farðan inn í hendina, ég er með svona frekar hlýjan undirtón, svona svolítið gulltóna og þegar ég pröfa að farða þá fannst mér oft best að láta hann eins og hér og draga hann hingað niður á hálsinn og kíkja til dæmis á bringuna og svo framvegis og mér sýnist hann passa bara mjög vel með við, sem sjáið, hann fellir alveg frekar vel inn í. Ég er aðeins meira hlítun á hálsinu með við andlitinu því ég er alltaf með svo háa SPF í framann þannig að það má vera aðeins hlýrri í framann heldur en ég er á þessu svæði. Ok, ég ætla að sýna ykkur eitt trikk núna. Nú er ég búin að setja þetta á með bustanum. Þetta er rosalega góð bustanóta. Þetta er Expert Face bustinn frá Real Techniques. En ég ætla að spreyja Real Techniques svamp með Glam Glow sem Glow Setter sprayinu og dumpa honum yfir allt andlitið og það gefur ekstra fallega áferð, blandar farðan algjörlega inn í húðina og gefur smá svona glow í leiðinni. Ok, ég er búin að spreyja hann og hann er alveg rakur og þá dumpa ég hérna yfir og þetta bara skilur eftir rosalega jafna húð, engar svona, ekkert ójafnt og gefur mun fallegri áferð og enn meiri svona filter á húðina. Ok, make með mun meira coverage en ég hélt. Ég myndi segja að væri alveg svona frekar full coverage make en það er samt ótrúlega létt að setja á sem er alltaf kostur. Maður vill ekki að sé ógeðslega heavy á húðinni líka að það er full coverage. En ég ætla að taka þennan hérna hillera frá Max Factor og dumpa á nokkra staði þar sem ég þarf smá extra coverage. Ok, núna ætla ég að taka CC Color Correctorinn fyrir under eye circles og setja hann undir augsvæðið. Ég er aftur búin að spreyja þennan hér svamp og til þess að dreifa úr. Það er mjög mikilvægt að nota eitthvað svona til þess að nota á, hvað er ég að segja, til þess að nota á svæðið undir augunum. Húðin er svo þunn og það er svo auðvelt að fá creasing að ég mæli með því að nota setting spray eða svona rakan svamp. Það má líka alveg nota vatn en það er betra að nota setting spray og helst það betur á náttúrulega við að gera svæðið undir augunum. En mér finnst líka skipta miklu máli að gera svona layering eða setja þetta smám saman á og dreifa úr og ég ætla að gera þetta aftur og ég ætla að setja þetta á alla aðra staði í andlitinu og aftur undir augun það sem ég vil. Trikkið líka til að koma í veg fyrir creasing er að láta hilleran ekki ofar en hér. Þið sjáið hér hvað augað mitt er bara náttúrulega krísað og við viljum alls ekki láta ljósari lit á það svæði. En þið sjáum mig því komin aðeins frá hvað það henta vel að láta það svona neðarlega. Ég líti náttúrulega crazy út núna sko. Ef ég myndi vilja að þetta myndi haldast í allan dag og allt kvöld þá myndi ég aðeins spreyja núna yfir af setting sprayi áður en ég púðra.
Bara augabrúnirnar komnar á. Ég ætla nú að nota laust púður frá Max Factor og bronzer og kinnalit sem þessi hérna. Nú ætla ég að spraya Glow Setter sprayin yfir allt. En ég ætla að nota Glow Starter rakakremi sem highlighter og ég ætla bara að nota hann yfir allt þetta sem ég er búin að setja. Það er allt í góðu með það og ég ætla að setja það á bara með svona litlum busta. Ok, ég er með litla setting bustan frá Real Techniques og ég er búin að setja smá kremun í. Og ég ætla bara að láta það á staðina hérna sem ég myndi láta highlighter á. En það er búið að vera svolítið trendi undanfarið að gera skincare yfir make-upið. Ég veit að það hljómar ógeðslega fáránlega að vera að fara að setja eitthvað krem yfir förðunina. En eins og þið sjáið þá kemur það ekki illa út. Svo endaði ég bara á að setja aftur yfir Pout Mud af því að augun eru náttúrulega í svolítið skæran lit. Nú ætla ég að fara í annað ljós og sýna ykkur þetta betur. Ég ætla bara aðeins að sýna ykkur hvað Glow Starterinn hefur mikið áhrif á alla förðunina. Ég setta náttúrulega aðeins hérna yfir líka aftur en ég reyna að sýna ykkur þetta í svolítið svona ójafnri birtu þannig að þið sjáið ljóman sem að Glow Starterinn er að gefa mér. Sjúklega flott vara. En ég sé ykkur bara næst á föstudaginn og ég skal setja inn linka þannig að þið getið svæpað upp fyrir allar vörurnar sem ég notaði.